Núna erum við búin að fara yfir þetta sem skilgreint í CSS 2.1 sem svona grunnurinn á CSS. Eða svona, já, elsti parturinn af því. Og núna ætlum við að fara að skoða svona hluti sem eru svona nýrri. Og þetta verður kannski alltaf með hverju árinu sem ég fer yfir þetta meira og meira óþarfi. En þetta samt alltaf eitthvað sem maður getur brennt sig á. Og það eru hverjir styðja nýjustu tækni og vísindi í CSS. Og hvernig getum við sett upp verkefnin okkar þannig að þau bara brotna ekki ef að fólk kemur inn á einhverjum eldri vafara sem ekki með stuðning við þetta nýja dót sem við viljum nota. Og þá kemur inn þessi hugmyndafræði progressive enhancement. En það þetta að í raun setjast niður og þeir eru að skipuleggja verkefnið okkar að hugsa, ok, hvað það minnsta mögulega sem ég kemst af til þess að notendur mínir geti upplifað efnið mitt eða upplifað það sem ég að fara að koma frá mér. Og þegar það búið að hugsa þetta, ok, ég bara að fara að birta ykkur texta, þannig að ég vil bara að þessi texti birtist mjög vel. Og svo síðan þurfum við að bæta ofan á það virkni eða útliti eins og stuðningur til staðar. Þannig að þetta svona að byrja einfalt og bæta síðan við virkninni í lögum. Og það ástæðan þannig að við skrifum bara eitthvað áhugavert skýrt efni sem í raun kjarninn að þessu sem við erum að gera og setjum það síðan upp með aðgengilegu merkingafræðilegu HTML, bætum við einhverju grunnútliti sem vel stutt, bætum síðan við einhverju flóknara útliti sem eftir vill minna stutt og bætum hugsanlega við síðan einhverju aukinni virkni með JavaScript. Já, þetta, þannig að þá verður þetta einhvern veginn svona, það ekki bara einn partur á síðunum sem birtist, af því að það eini parturinn á síðunum sem ég hef stuðning við, heldur í raun birtist einhver svona minni útgáfa eins og hjólabretti sem kemur mér á milli staða og svo fáum við svona hlaupahjól og svo hjól og svo skúter, þannig að það í raun að þetta sé svona það sé hægt að komast að efninu, hægt að komast á milli staða með minnstu útgáfinni, en síðan verður það alltaf bara betra og betra og betra eftir því sem við förum að hærra. Spurning. Og þið hefði kannski lent í því að einhvers staðar hafi verið að skoða einhvern vef og það hefur eitthvað ekki skilað sér og þá vefurinn bara handónýtur. Eða ef þið reynið að skoða vefinn án þess að vera með JavaScript, þá eru bara alltaf fleiri og fleiri síður í dag sem þið fáið bara upp hvítan skjá. Velkomin að vefinn minn, hann hvítur skjá. Það í raun búið að ekki verið að nýta þessa hugmyndafræði til þess að byggja upp vefinn. Af því að það getur alltaf eitthvað klikkað og þegar við fyrir að skoða JavaScript þá það sérstaklega hættulegt að láta allt efnið okkar vera undir það, geta aðeins birst ef við höfum JavaScript til staðar. Það mjög brútalt þá ef JavaScript virkar ekki og ekkert virkar. En þegar við erum að gera þetta í samhengi við CSS, þá höfum við mörg svona ný eigindi sem leyfa okkur að gera eitthvað skemmtilegt, svona eins og grid sem við ætlum að skoða núna seinna. Og þá getum við í raun sett inn þessi gildi, en þá getum við líka sett inn einhver fallback gildi fyrir þá vafra sem ekki farin að styðja þetta gildi eða eigindi. Þannig að við getum þá byrjað á því, við getum bara nýtt hvernig villumeðhöndlunin og Cascade virkar í CSS. Þar sem við byrjum bara á því að setja inn eitthvað gildi sem við vitum að stutt og síðan setjum við inn eitthvað gildi sem við erum ekki jafnviss sem að sé stutt. Þannig að svona einfalt dæmi það að nota with 99% sem þá í raun stutt af öllum af því að þetta í raun skilgreint í CSS 2.1 en síðan kalk fall sem skilgreint í módul í CSS 3 sem leyfir okkur að reikna á milli hlutfallslegrar og fastrar stærðar og fá út á eitthvað gildi en þetta mun í raun verða bara eitthvað óskilgreint gildi ef vafrinn styður ekki kalk þá mun hann falla tilbaka á það að nota 99%. Þannig þetta það reikna hvað 50%? 50% eru 350 pixlar og þá eru 2 pixlar dregnir frá því ef við notum kalk. Síðan svona eldri lausn sem var notuð hjá mörgum vöfrum var það
það var verið að útfæra einhverja virkni í CSS3, einhver módúl og það var verið að staðla þetta og það var ekki búið að ákveða nákvæmlega hvernig syntaxin ætti að vera, hvað eigindið ætti að heita eitthvað svoleiðis. En vafraframleiðendur vildu í raun geta einhvern veginn komið þessu fyrir framan forritara til þess að þau myndi bara byrja að nota þetta og það myndi bara koma einhver notkun á þetta sem myndi þá hugsanlega koma upp einhverja bugga og það var í raun þetta að koma þessum feature fyrr fyrir framan almenning en áður. Þannig að þurfa að bíða eftir því að eitthvað committee var að hittast hérna á einu sinni í mánuði og ræða það hvort þetta ætti að heita foo eða bar. Þannig að það var þetta búið til svona vafraforskeyti sem setti bara fyrir framan gildi sem átti var verið að búa til og þá var þetta í raun bara henda því síðan þeirri útfærslu ef að það endaði að eitthvað annað væri notað en það var hægt að nota þetta í dag og þannig að þetta lítur svona út að hérna tól sem að býr til þessi prefix gildi þessi vendor prefix gildi fyrir okkur ef að þetta einhvern veginn helst en þau líta sér svona út þannig að áður en að Flexbox var skilgreind þá var til dæmis gildið Flexbox möguleiki en það endaði í Flex þannig að þá er einn útfærði Microsoft í Internet Explorer Flexbox undir þessu vafraforskeyti í staðinn fyrir það að í raun byrjaði að segja bara display Flexbox og svo breyttist það einhvern veginn þannig að þá gætu við í raun aðskilið útfærslunum sína með því að kíkja verið að biðja MS Flexbox eða Flex og WebKit er það sem er notað í Chrome og Safari og síðan er þetta hérna fyrir í raun eigindi þannig að hérna eru þau með forskeyti WebKit fyrir Chrome og Safari, Moz fyrir Mozilla sem er Firefox og MS sem er Microsoft browserarnir og síðan að lokum það sem er raun útfærslan sem er user select. Þannig ef við notum hérna autoprefixer og við skrifum hérna display grid sem notar grid og við notum bara það, þá getum við sé og þá fáum við hérna display ms grid, display grid er í raun gefur okkur stuðning sem flesta vafra. Transition all sem er í raun leið til að láta hluti hreyfast á skjánum þá þurfum við að vera með svona og fyrir óperu þannig að þetta er tól sem að sér það fyrir okkur að setja þetta inn og við munum skoða hvernig við getum komið þessu tóli inn í ferlið okkar meðan við erum að búa til vefi þannig að við þurfum ekki að hugsa það að þurfa að skrifa eða vita að þetta sé einu sinni til. Við skrifum bara rétt samkvæmt staðli og tólið sé að gefa okkur kóða sem virkar á sem flestum vörum. En síðan líka þegar við erum bara að fara að hugsa og byrja eitthvað verkefni og við ætlum bara hér er eitthvað ógeðslega cool CSS, getum við notað það. Þá getum við farið inn á caniuse.com sem er yfirgripsmikill gagnagrunnur yfir stuðning vafra á ákveðinni virkni. Já, hérna hvað netið er hægt. Og þar getum við í raun bara flett upp ákveðinni virkni í CSS speknum og spurt bara eitthvað, hey, get ég nota þetta, ok, hver er almennur stuðningur við þetta í heiminum eða ég get farið og drilla mig niður á eitthvað region eins og bara hver er stuðningurinn við Flexbox á Íslandi og á einhverjum tímapunkti getum við gert það en leiðum við svo hlaðast þarna í bakgrunnum og líka næstu síðu sem við ætlum á og síðan er í raun nýleg virkni sem heitir feature queries sem við getum notað til að athuga hvort vafri styðji eitthvað eigindi eða eitthvað gildi eða bæði. Og þá notum við svona hreiðraðar CSS-reglur með svona @media query, með svona, media @query og þá getum við sagt ef að vafrinn styður þetta, þá viljið þú keyrir þessa virkni, annars ekki. Og þá notum við þetta fyrir nýja virkni þar sem að dugar ekki fyrir okkur að setja bara inn eitthvað fallback gildi heldur hugsanlega viljum við nota einhverja virkni eins og writing mode sem leyfir okkur að breyta því hvernig textið er skrifaður á skjáinn þannig að það er ekki bara skrifaður frá vinstri til hægri
heldur getum við látið skrifa frá toppi til botns, þannig að við getum fært fyrirsögnum okkar til hliðar við og við erum eitthvað svona, eitthvað sniðugt. En þá þurfum við líka að nota float. En þá lendum við í þessu, ok, ég vil nota writing mode og float, en ég vil ekki bara nota float, af því þá mun textin minn líta skringilega út ef á writing mode ekki stutt. Þannig að með þá svona support query sem þá lítur svona út, @support, þannig að þetta svona @regla, og þá setjum við inn það sem við viljum athuga með stuðning á, styður þessi vafri sem keyrir þetta CSS writing mode með gildinu vertical left right, sem skrifast frá vinstri til hægri vertically, þetta lóðrétt, og ef svo þá þessi hérna regla tekin og hún notuð í skjælun okkar. Annars í raun gerist ekki neitt. Og þá þetta aftur að nota villumiðhöndlunum í CSS, að þegar ef að vafrið sem skilur ekki @supports les þessa reglu, þá lesum við bara sem @supports, ég veit ekki hvað það ég ætla bara að sleppa þessu. Þannig að þetta fáum við í raun svona tæki til þess að velja vafrar sem skilja þetta, sem eru þá yfirleitt nýrri vafrar. En hérna, nú getum við spurt, ó nei, CSS Grid, Flexbox, ok. Síðan eru önnur hugtök sem eru shim, eða shiv, sem þá svona fangelsisnývar. Þetta svona virkni sem stungið inn í eitthvað ákveðið umhverfi, og þetta oft notað bara í tölvunarfræði almennt. Þá ertu með eitthvað kerfi sem styður ekki einhverja nýja útgáfu af einhverju API, sem svona Application Programming Interface, eða svona API eru svona forritunarumhverfi, eða svona forritunarföll sem við getum kallað í. Og þá getum við einhvern veginn sett inn eitthvað svona paths sjálf sem leyfir okkur að nota þetta nýja dót. Og annað hugtak polyfill sem í raun shim fyrir vafra. Þannig að þá ef við erum að skoða einhverja virkni og við skoðum þetta fyrir mig í JavaScript og það kemur já, þú getur notað þetta og þú getur fengið stuðning við Edge vafran með því að setja upp þetta polyfill. Og þá vísar það eitthvað svona kóða, þá tökum við kóða og við látum hann keyra á vefnum okkar og þá getum við látið verkefnið okkar nota þessa virkni. Keyra hann use bara niðri eða eitthvað. Reynum þá N1 vefinn. Síðan, þegar við erum þá að skrifa CSS, þá getum við verið búin að rannsaka svona aðeins hvað í boði. Og við getum þá notað í dag virkni sem verður ekki að fullu studd í öllum vöfrum fyrir einhvern veginn í framtíðinni. En út af því að við ætlum að byggja hlutina svona progressively, þá mun í raun á hverjum tímapunkti vefurinn okkar virka, nema bara fyrir þá sem í nýrri og nýrri vöfrum, þá verður bara upplifunin skemmtilegri og áhugaverðari, en allir komast í efnið. Og svo það líka bara að ákveða hversu stórt bil af tækjum og eða stýrikerfum og vöfrum við ætlum að styðja og setja það bara niður og prófa síðan í þessum tækjum og segja síðan bara eitthvað, við gætum stutt Windows 95 með Mosaic vafranum, en það bara ekki þess virði, þannig að við drögum einhverstað línu og við segjum, þetta það sem við styðjum. Ok, komum að tengjast aftur netinu. Þannig að það þessi hugmyndafræði progressive enhancement. En þetta skemmtilegt. En síðan það bara svona þegar að hólminn komið og við þurfum að fara að prófa eitthvað sem við erum búin að búa til. Við erum kannski búin að gera eins og ég hérna á Maca og ég þarf að prófa það í Edge og Edge ekki til á mökkum, þannig að ég þarf bara að kaupa með Windows-tölu. Eða að við notum já, ok, ég aðeins fara fram með hérna. Þá ég, að því að mér finnst gott að vinna á Maca, þá ég á Maca. Mér finnst gott að nota Chrome, þá nota ég Chrome, og mér finnst DevTooling í Chrome vera betri, þó séu alltaf að vera betra og betra til þess í Firefox.
og ég nota Visual Studio Code og til mér finnst það þægilegur. Þannig að ég búinn að velja mér eitthvað tæki sem að mér finnst gott að vinna með og ég vinn 90% af vinnunni minni bara í þessum 2 tólum þegar ég að gera vefi. En svo ég hugsanlega búinn að gleyma mér einhvers staðar eða fer fram á mér eins og ég geri og búinn að nota einhverja virkni sem ekki að fullu studd. Þannig að þá þarf ég einhverjum tímapunkti að stoppa og bakka og prófa í öðrum. Og þá það að vera með þetta plan, hvaða vafra ætlum við að styðja. Til dæmis E11 með 1,8% markaðshlutdeild á Íslandi og 3% globally. Þannig að það eitthvað sem við viljum nota. Þannig að við sjáum hérna Chrome trónir hérna á toppnum með 59,6% sem bæði einu sem var að gett næst, nú ég bara eitthvað svona tryggja gott. Og reyndar að nota Firefox sem hérna með eitthvað töluvert minni 4,9% markaðshlutdeild. Svo að vera bara með einn dominant vafra ekki gott. Það bara erum við á samastað að við vorum hérna E6 var eini vafrinn sem var eitthvað skipti máli. Þannig að þá getum við bara sagt, ok, þetta ekki þessi virði. 2% af hérna hugsanlegum viðskiptavinum okkar að nota þennan vafra og hann mun kannski taka 40 klukkutíma að aðlaga vefinn okkar þannig að hann líti vel út í þessum vafra. Það þess virði? Þá það bara einhver viðskiptalegs ákvörðun sem viðskiptalegs eðlis. Eða þá getum skoða heimsóknartölurnar fyrir nákvæmlega okkar viðskiptavini ef við erum að fara að gera nýjan vef og við vitum hvað í gangi hérna. Og svo þetta við nota svona þjónustur eins og Browser Stack sem leyfir okkur að nota. Þetta þurfum við ekki að kaupa Windows 12 þó svo að það sé alveg gott eða iPhone eða eitthvað, heldur getum við sett upp og fengið aðgang að virtual vélum í þessum Browser Stack infrastructure sem að leyfir okkur að prófa á 1200 mismunandi mobile devices and browsers. Ok, þetta allt aukt hérna. En ok, þannig hérna HTML5 cross-browser polyfills. Þannig að þá til dæmis ef við erum að reyna að styðja hérna SVG, þá hérna eitthvað mjög gamalt fallback via Flash, þetta það gamalt. Render SVG via Canvas, þannig að ef við höfum ekki stuðning fyrir það, Canvas sem að leyfa okkur að teikna á skjáin. Hérna einu sinni þá voru vafrar þannig að þið notuð section eða main eða eitthvað þess, þá bara birtust þau element ekki, þannig að það þurfti í raun að vera með svona shift fyrir það. Video elementið, það ekki að fullu stutt í öllum vöfrum, þannig að hérna svona polyfill fyrir það og fleiri hluti, þannig að þetta svona alls konar hluti sem hægt að komast í. Mest af þessu eitthvað svona JavaScript virkni. Ok. Ég ætla bara teðra síma minn hérna. Sko, þetta eins og að vera ekki með internet. Ok, sko. En hérna ég á Can I Use og nú ég að fletta upp CSS Grid og þá getur ég séð hérna Usage Iceland 90,56%, Unprefixed sem þá í raun ef við myndum ekki nota með vendor prefixum Grid nöfnin á eigendunum, þá myndum við vera með 89% og globally þetta 87-84. Og þetta er komið á þann stað núna, þetta alveg að verða það útbreitt að við getum bara nota þetta án þess að hugsa svona það mikið það, en það í raun bara búið að gerast núna á seinustu svona 8 mánuðum. Það í raun, vefurinn hjá Slack var endurhannaður og þau notuðu þess CSS Grid með fallbacks og það var svona fyrsti stóri vefurinn sem var svona að gera þetta og var svona, sagði bara eitthvað, hei, við notuðum þetta og þetta bara virkar ágætlega. Þannig að það alltaf einhver svona frontrunner sem að tekur það að sér. En eins og fyrir Flexbox þá erum við komin alveg upp í 95% stuðning sem þýðir það að við erum bara mjög til í það að vera að nota Chrome.
Nei, nota Flexbox. Þá sjáum við hérna að það er E11 aðalega sem er að valda vandræðum, en annars sjáum við grænt hérna fyrir Edge, Firefox, Chrome, Safari, iOS Safari, Mini og hérna browser, sem sagt Vanilla browserinn á Android og Samsung browserinn á Samsung símum. Á meðan við sjáum hérna að Opera Mini hefur engan stuðning við þetta og Chrome 49 sem er með eitthvað 0,5% stuðning usage á Íslandi. iOS Safari sem er 0,7% er ekki lengur í raun þetta er í raun ekki það mikið að við séum eitthvað að spá mikið í því. Svo erum við búin að setja þetta upp og við erum búin að forrita einhvern vef. Þá getum við þurfum reyndar að kaupa aðgang að þessari þjónustu, en þá fáum við hérna bara ég vil prófa vefinn í Internet Explorer 11 á Windows 10, þá ýtum við þennan vef og þá sjáum við bara að þetta er í raun rendering á vísi.is í E11. Svo getum við skiptið yfir og skoða og hvernig lítur þetta út á Android í Samsung Galaxy S4 í Chrome á þessari stærð. Þá gerir þetta bara sama, kveikir á þessu tóli fyrir okkur og á einhverju tímapunkti fáum við að sjá hvernig vefurinn okkar lítur út. Opnar þetta fyrir okkur hérna og ta-ta og svo getum við skipt hérna á milli. Þannig að þetta getur líka verið rosalega gott þegar maður gerir eitthvað verkefni og svo fáum við eitthvað já, heyrðu frændi minn, hann er á Samsung, eitthvað gamall útgáfu og þetta er bara allt brotið hjá þér. Þá er staðinn fyrir að þurfa að fara og finna þannig síma sem getur keyrt þetta upp, þá getum við keyrt þetta upp í einhverju svona umhverfi, fundið bögginn og laga hann bara meðan við sitjum í stólum okkar á skrifstofunni. Þannig að þetta er svona þetta sem við þurfum að hafa í huga þegar við erum að skrifa CSS fyrir svona nýlegri tækni. En við taka núna 10 mínútur og byrja eftir klukkan 20 mínútur yfir.